Hérna kvikflægin komin á hjólinn, öll smíði búin, allt komið sem þarf að koma, nema nú þarf að fara að mála. Og ég búinn að ná mér í málningu til þess að glöða á hana. Í fyrsta lagi þá ég hérna með hvíta. Þetta marmarahvítt, ekki alveg glanshvítt og það var ekki til nema svona lítir, ég hefði nú ekki þurft alveg heilan lítir af þessu. En ég ætla að byrja á því að mála vélina alla hvíta vegna þess að síðan kemur appelsínugult. Og hann hér. Ég keypti hálfan lítir af appelsínugulu. Ástæðan fyrir því að byrja á því að gera hvítt svo að appelsínugult, eins og allir aðrir gulir litir, þekur nánast ekki neitt. Þannig að ég myndi þurfa alveg 5, 6, 7 umferðir af málningu til þess að dekka allan þennan gráa lit. Þannig að ég ætla að byrja á hvítu. Síðan eru 2 röndur hérna og einhver rönd eftir skrokknum úr dökkbláu og hann hér. Keypti líka hálfan lítir af dökkbláu. En við skulum byrja á því að þrífa. Það þarf að þvo skrokkinn, hann allur löðrandi í ryki, einhver drulla. Það ágætt að strjúka yfir hann með bara tissue eða pappír sem vættur í rauðspritti. Og það næsta skref. Nú væri rosa fínt að hafa módelið svona bara samansett á meðan maður sprautar það, en það ekki sniðugt að gera það, þannig að ég ætla að kippa því öllu sundur og mála hvern part fyrir sig, þannig að ég hafi einhverja stjórn á því sem ég að gera. Ég ætla að gera það núna, taka þetta allt í sundur. Ég ætla líka að hylja borðið hérna með tók og svo ætla ég að byrja á að sprauta hvítu. Jæja, þá byrjum við á málingunni.
Nú ætla ég að leyfa þessa að harðna, svo sný ég við og geri svipað umferð þar og svo geri ég sumstaðar aðeins þéttara, því að það hefur komið hvítar línur. Þetta verður þær. En í rauninni þarf ekki mikið meira af þessu hvíta. Það er bara nóg til þess að það sé jafnt yfirborð fyrir appelsínugula litinn. Því hann þekur eiginlega ekki neitt.